Við ætlum nú að skoða jöfnur sem eru einsleitar og þetta eru diffurjöfnur sem má skrifa sem diffrað er oft á fall af deilt með x. Við erum búin að fara í gegnum hvernig maður leysir diffurjöfnur með aðskilnaðar breytistærðir, hvernig maður leysir línulegar fyrstistifsjöfnur og hvernig maður leysir nákvæmar diffurjöfnur. Og núna skoðum við nokkrar típur þar sem er hægt að breyta í eina af þessum típum af diffurjöfnum sem við þekkjum. Og það er einmitt tilfellið með einsleitjöfnunar. Ef við gerum ákveðin breytiskipti, þá getum við alltaf breytt svona einsleitri diffurjöfnu í diffurjöfnu með aðskilnaðar breytistærðir. Nú skulum skoða dæmi hvernig diffurjöfna er einsleit. Þetta getur verið diffurjöfnun diffrað er jafnt og einfaldlega deilt með x. Eða þetta getur verið diffrað er jafnt og í öðru deilt með x í öðru. Eða þetta getur verið diffrað er jafnt og deilt með x mínus 1 deilt með deilt með x og svo framvegis. En til dæmis ekki diffurjöfnugerðin diffrað er jafnt og eða diffrað er jafnt og deilt með x í öðru eða eitthvað þeim líkt. Þannig að ef ég get ekki skrifað hægri hliðina sem fall af deilt með x, nú þá er hún ekki einsleitt. Nú kemur í ljós að ef ég gerir ein ákveðin breytiskipti í einsleitu diffurjöfnu minni, nefnilega breytiskiptin er jafnt og deilt með x, þá get ég alltaf breytt þessu í diffurjöfnu með aðskilnaðar breytistærðir. Og til að sýna fram að ég geti gert það alltaf, þá þarf ég að gera þetta almennt í byrjun, til að vita að það trikk muni alltaf bjarga mér. Það ég segi, set nýja breyta mín, til að vera deilt með x. Ok, hvað gerist það ef ég diffra með tilliti til x? Sem sagt ég er að diffra með tilliti til x, eða er fall af of x, þannig að hér þarf maður að taka fram hvað ég er að diffra með tilliti til. Nú, það er þá sama og diffra deilt með x með tilliti til x, þetta hérna er mitt. Diffrum þetta fæ ég diffrað sinnum x ódiffrað mínus ódiffrað sinnum x diffrað deilt með nefnarum í öðru. Diffrað, já, við erum að skoða akkurat diffurjöfnuna diffrað eftir að fall af deilt með x. Þannig að diffrað er jafnt og fall af deilt með x, þannig að ég má setja það inn hérna fyrir. Það er með fall af deilt með x sinnum x mínus deilt með x í öðru. Nú, deilt með x er breyta mín, þannig að ég þetta er jafnt og fall af sinnum x mínus, já, ef að er jafnt og deilt með x, þá get ég sagt að sé jafnt og sinnum x, það er jafngilt. Þannig að ég seti inn fyrir hérna segi ég sinnum x og þetta deilt með x í öðru. Þannig að ég get stytt út x-in hérna, ég fæ f af mínus deilt með x. Nú, hvað stendur þá hérna? Það stendur diffrað er eftir f af mínus deilt með x, eða, ég ætla að skrifa þetta upp aftur, dx er jafnt og f af mínus deilt með x. Sér, hér er ég með hægra megin fall af sinnum fall af x, ég er með fallið f af mínus sinnum 1 á móti x. Þannig að hér get ég aðskilið breytistærðir. Þannig að ég segi þetta hér gefur mér að ég er með 1 á móti f af mínus du rétt og 1 á móti x dx og þá má ég taka og hilda báða megin. Sér svona. Nú, þetta virkar, þetta hér er auðvitað háðum skilurum að x ekki 0 og ég er akkurat ekki með f af jafnt og þá er ég að deila með 0. Þetta er yfirleitt sértilfelli sem maður getur skoða sérstaklega ef það er þarf. Ok, við skulum pröfa að gera þetta fyrir ákveðið dæmi. Þannig það sem ég sýndi fram á hér var bara að ég get alltaf breytt þessu diffurjöfnu með þessum hérna breytiskiptum sem eru aðskilnaðar breytistærðir. Svo leysi ég þessa diffurjöfnu fyrir og þá veit ég hvert sambandið er við upprunalegu breytin mína, nefnilega er jafnt og deilt með x. Við skulum gera þetta dæmi. Ég segi x sinnum diffrað er jafnt og í öðru deilt með x pluss
Þetta er diffrefni sem ég ætla að leysa. Nú, fyrsta sem ég spyr mér, ætli þetta sé einsleitt diffrefna. Það er að segja, get ég skrifað diffrefni á þessu formi uppslón diffrað vinstra megin og eitthvað falla uppslón deilt með x hægra megin. Já, ég veit fyrst að ég á með uppslón merkt hérna vinstra megin, en ég byrja á deili gegn x, þá fæ ég uppslón í öðru deilt með x í öðru pluss uppslón deilt með x. Þannig ég sé að þetta er uppslón diffrað eftir uppslón deilt með x í öðru pluss uppslón deilt með x. Já, ég geti gert breytiskiptin u eftir uppslón deilt með x hérna. Þannig að þessi er einsleitt. Differjafnan er einsleitt. Og þetta voru allt jafngildar jöfnur hérna. Svo ég misti ekkert við að deila með x hérna vegna þess að ég var þegar að deila með x hér, þannig að ég veit frá byrjun að x má ekki vera 0. Og nú skulum við leysa hana með þessum breytiskiptum. Ég segi uppslón er eftir u sinum x. Það er jafngildi að segja u er eftir uppslón deilt með x. En það er oft þægilega að skrifa þetta svona þegar maður ætlar að breyta jöfnunni. Þannig að þá er uppslón diffrað, það er þá ux diffrað. U sinum x diffrað verður þá u diffrað sinum x ódiffrað pluss u ódiffrað sinum x diffrað sem er 1. Og svo setjum við inn í vinstri hliðina og fæ ég bara u í öðru pluss u. Þannig að það sem ég er með hérna uppslón diffrað eftir uppslón deilt með x í öðru pluss uppslón deilt með x, ekki öðru, svín óþarfur, er jafngilt að segja uppslón diffrað verður sér hér, munið þetta hérna var uppslón diffrað, fæ ég u diffrað sinnum x pluss u er jafnt og u í öðru pluss u. Sér svona. Þessi diffrefna, skulum einfalda hana, ég má draga u frá báðum megin. Þá fæ ég u diffrað sinnum x er jafnt og u í öðru. Nú, þetta er orðin diffrefna með aðskilnaðan breytistæðir. Við skulum aðskilja breytistæðirnar. Við erum með du dx er jafnt og u í öðru deilt með x. Og hér setjum píluna bara í aðra áttina. X má ekki vera 0 í þessu skrefi og mátti það svo sem ekki vera hér heldur, þannig að við vissum einhverjar upplýsingar. Og þetta er jafngilt því að segja 1 á móti u í öðru du er jafnt og 1 á móti x dx. Hér skulum við láta næja aðra áttina vegna þess að hér í þessu skrefi þá er ég búin að útilíka lausnina u jafnt og 0. Þetta er sértilfelli sem ég hafði skoðað í lokin. Ok, nú er ég komið með þetta form, þá heilda ég báðum megin, ég er búin að aðskilja breytistæðirnar. Ég fæ að þetta er mínus 1 á móti u og svo heilda ég 1 á móti x og fæ ég allan af x og pluss einhver fasti c. Og svo einangri ég u í þessari lausn. Og fæ mínus 1 á móti ln af x, tölugildin af x minnum það, pluss c. Nú, það var ekki u sem ég var að leita af, ég var að leita af uppslón deilt með x. Og hvert er sambandið milli u og uppslón deilt með uppslón? Það er bara u er uppslón deilt með x. Já, ég var ekki að leita af uppslón deilt með x, heldur bara uppslón. En ég get sett þetta inn í. Þannig að þá fæ ég uppslón er jafnt og margfaldan með x báðum mínus x deilt með ln af x pluss c. Þannig að þetta er lausn á differjöfnunum minni. Þetta er almenn lausn á differjöfnunum sem ég byrjaði með hérna fyrir ofan. Reyndar eitt sértilfelli sem við þurfum að skoða og það er, hér mátti uppslón ekki vera 0. Nei, u ekki vera 0. Til þess að u sé ekki 0, þá þarf uppslón ekki að vera 0. Og en uppslón eftir 0 er sjálfsögðu lausn hérna. Þannig að sjáum ef ég set 0 hérna inn, set 0 í öðru, þá er 0 hægra megin í jöfni og 0 diffrað er auðvitað 0. Þannig að við bætum við hérna eða uppslón af x eftir 0 fyrir all x.
Þessi lausn hérna gildir bara þegar við erum með ekki 0 undir sviga. Þannig að segjum fyrir x, ln af x, ekki eftir c. Tek bara hérna snöggútgána af þessu. Þannig að punkturinn hér við erum með einsleita jöfnu, það er jöfna sem við getum skrifað á þessu hérna formi. Við getum alltaf breytt inn í einsleita differjöfnu með þessum breytiskiptum. Nei, við getum alltaf breytt inn í differjöfnu sem þar sem hægt að aðskila breytistærðir og svo leysum við þá jöfnu eins og venjulega.